hjól, hann lætur nú yfirleitt ekkert segja sér tvisvar hvernig á að gera þetta. Ef það tekst ekki í fyrstu tilraun, þá þarf bara gjöfin að vera nær gólfinu í seinni tilrauninni. Það er frjáls aðferð þarna upp frá. Og hann er kominn á toppinn, já. Ha? Þvílík snilld. Það er búið að rúlla græjunni þarna upp frá. Átti ekki að fara svona? Nei, þetta er allt í góðu sko. Það er bara snarkur. Þannig að Brynjarson er komin í brautina og ótti við því. Ekkert til afturna, myndi ég kalla það, að snúa hana yfir niður hana. Hún er að koma hérna. Heyrðu, það er bara svoleiðis. Ég man nú ekki betur en að þarna uppi sé nánast bara flatt. En hann var aðeins búið að eiga við þér undan. Þetta er aðeins hamagangur. Herru, Assa þriðji kominn á toppinn. Hann er allavega á. Hann er að hafta upp úr. Hann á að taka þetta fram. Hann er svona stífur. Þarna á að keyra og svona á að gera þetta. Hann er nýuppgerður eftir verslun á Egilstöðum. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir. Já, ég sá nú ekki hvað hann gerir, eitthvað var það. Já, þá er spurning hvernig það snýra niður þetta. Við sjáum að Ási frændi er næstur. Já, einhvern veginn grunar mig nú að hann hafi endað ekki á hjólunum. En það er nú ekki
ómennilegt. Og hann á hólfi. En það er ekki verra. Það er alveg hægt. Þetta er bara eins og að drekka vatn. Hann er eitthvað að branda þarna. Þetta er alltaf að branda upptæki. Þetta er svona standa vitt af sér. En Danni Þönder, hann er kominn hérna á grænu þrömmunni, Green Thunder. Og Ingo er kominn í þig. Það er að skriða liða hann með þetta. Það er ekkert að gefa mór eftir. Ekki munað að miklu. Örlítið meiri ferð og þetta hefði tekist. Danni Þönder, reynslu mikil í tófærinni, alltaf gaman að sjá hann, hann er alltaf með sjó, hann er aldrei slegið á sjóinu, við vonum bara til að sjá hann en það kom yfir hólinn, það er alltaf einhver læti, þetta var ekki alveg rétt að leiða hlýðin. En við sáum það alveg í hann. Já.
hérna hliðin upp þeirra. Hann rúlaði. Hann. Hvað var hann að grimm hægri minni mig? Að grimm hægri. Stafni. Einmitt svona. Nákvæmlega þessi leið. En það var ekkert alveg búið, sko. Og svo var það alveg að gera það. Og hvað þarf að gera núna? Gír og standan reynda. Já, þetta er svo sko. Við erum mættir til að fara alla leið. Þetta svo. Svo er það bara haft þau. Það var bara rétt frá það grjótstandan. Já, sáu þetta? Vel gert.
tekur ekkert á vinstra megin að framan. Þá nú, það ótrúlegt. Þetta var snirtilega gert að maður að baki. Þetta var mjög nálægt í. Glæsilega gert, klöppur Magga. Þetta var ekki hvert staðurinn til að stoppa. Ekki öll stig fyrst að nákvæmlega. Það vantar 70 stig til að ná. Þetta var ekki leiðin. Við skulum að klappa fyrir honum. Þetta var klauðalegt. Afhverjan einhver 80 stig. 80 stig var þessi tilvæg. Hann nú vanur við þetta. Hann tók einhvern með ægil og húi og brakkaðum. Guðmundur. Virkilega vel gert. Svo það bara ná stefninu. Þá keyra menn hann upp.
Já, hann ætlar ekkert að vera neitt slagningslöku við, grjótstandan. En þessi bílar til þess eru til að halda þeim í botni og láta á sigla. Fróðilegt að sjá hvernig hann tekur snúningin, hvort hann snýr hann niður eða hvað hann gerir. Þetta er nú ekki þesslegu bíl að hann snúist niður. Þetta var semlega. Hann glemdi hérna einhverjum slíkum. Það verður í hann sem brunnar á stað. Hann ætlar ekkert að vera á lakasta tímanum í dag. Já, voru að muna hvað átt að fara. Þetta er einmitt svoleiðis tímurund að það gæti verið flókið að muna leiðina. Og svona muna eftir hringnum þarna, því er ekki bara vaðið pollinn. Menn er allir spenntir að fá að blotna. Ég er ekki frá því að það er farið út fyrir. Æjæj. 75% fyrir þessa braut. Það er umhverfið líka. Þá heyrum við það. Þarna sett hann þessi 700 hestafli hjólinn. Aðeins að leyfa okkur að finna fyrir þeim. En eins og það sagði, virkilega skemmtilegu bíl að ég held. Og flottur þar að auki. Bannað að fara á kviðinn þarna, það er alveg stranglega bannað. Það er Bubbi sennilega að setja á kviðnum. Það er ekki ólíklegt. En þetta er dálítið þröngt þarna, við vitum af því. Á. En það er engar refsingar fyrir að bakka, það er bara að tapa tíma. En kaldinn, hann vildi ekki yfir. Ekki var það nú gott. Og kaldinn vill meira. En hann er nú sannlega ekki að setja okkur tíma þá. Áma guttir bara láta hann hafa það. Ræsirinn okkar, hann er með þartilgerðan skjöld. Þetta segja þessi 930 hestöfl og það er staðfest á Dínobekk. Það er eitthvað á þetta að skila. Nei, það munaði engu þarna. Engu, þetta var snilld. Þetta var flott. Hann ætlar ekkert að velja léttustu leiðina. Hann fyrir erfiðustu leið á milli hliða. Já. Það er svona.
ætlar að leika við okkur í dag. Ég skal viðurkenna það, þó að sé alltaf gott veður á Akureyri, þá er það ekki búið að vera svona síðustu daga. En málið er nú það að það er alveg saman þó rigni. Það er alltaf gott veður. Danni tekur þetta yfirvegun. Hann spurði hvort það tekur eitthvað flikkflakkant eins og Ingo. Það var nú frekar fróðlegt. Það er auðvitað við hvítu. Fer þar alveg ekki nema 75% gröttar. Já, þarna fundum við fyrir henni. Það er sem þetta stík að sýnir mig. Það var nú ekki, maður gerir ekki svoleiðis stígafrönd. Það má skokk og laga hvítustönguna á. En hann er að keyra þetta yfir vegun. Salir rólegur. Já. Besta vondaveðri felst í því að þá sér maður ekki neitt og allt í snjókófu og einhverju rugli. Það er ekki rugli. En Maggi, hann er grimmur. Þessi Honda, hún er býsna snögg á milli staða. Lítill og lipur bíll. Ræður náttúrulega ekkert við hann. Eins og dansandi diskókúla, það er bara svoleiðis. Hann tók pollin rosalega hérna í fyrra, tók öfugan hring með við aðra og kom á endahraða í hann. En þarna er hann að tína hliði. Það er ekkert að klikka á því. Já. Glæsilega gert. Þetta var glæsilegt. Þetta var. Næstur rallyjafinn, hann þarf að taka á því. Það er allt klárt. Allir lítur á einhvern rosalega tíma. Já. Þetta verður fínasti tími. Það er alveg ljóst. Nú er það bara að fara ekki út fyrir. Það er með beigjur sem ætlar að bjóða upp á það að vera góðar. Þetta var geggjað. Þetta var geggjað. Og við höfum Geir Evert og Þór Þormar og svona einhverja kallættir sem eru í toppbaráttunni.
að það væri hérna ráð að smíða einn svona bíl í viðbót sem í þessu útliti, setja í hann annarkvæmt Chrysler motor og skýra kynningi. Af því að þá er það ekki hérna bræðurónum. Komið annað hjarta. En þessi bílar þeirra standa sem er þessi vindbygging hún verið styrka. Svo er bara stóra vél, mikið nýtró. Sko! Virkilega flott. Nóg afni og aldrei að slá af. Það er þannig að virka. Og hann má vara bara. Já. Hann rappar hérna allt í grjóti. Hann ætlar ekkert að vera lélegur tíma. Allt í botn og yngar bremsur. Svo ef ég trú að hann láti Evuna hafa það í pollin. Stilla vel af og svona. Hopp, ekki fannst henni þetta nú gott. Hanna blotnaði Efunni. Það er spurning hvort hún vill ekki meira samt. Hanna kemur út úr hennum. Út úr henni, fyrirgefiði. Það er ekki hann bílinn, það er hún Evan. Hann má bara vaða. Já. Þetta er rólegt og við að þannig sem bestu tímandi nást. Svo er bara að sjá hvað hann gerir þarna. Mér minnir að þessi bíl hafi farið á golf í þessu hringspóli í fyrra. Ásamt doktornum, þeir tóku þarna 2 kútveltur í sjöflutinni. Hann slítur þetta yfir enda hliðin. Hann hafði í lagi, þetta var flott. Þetta var bara eins og í gamla dag í sandspildinni. Það var reki í 6000 og tekið drop klöts í drive. Hér sé hann hratt á stað. Þórður var spenntur að fá að taka run. Þetta verður eitthvað sögulegt. Hann ætlar ekkert að snúa niður neitt. Passa sig nú á því. Enda vilja þér allir fá að koma til pottur á frittíðinni. Þetta þótti sleggjunu ekki gott. Hún var ekki að fíla þetta. Svo er bara að taka þetta hlið. Hann hefur það, við skulum klappa fyrir honum. Slegg á bæsta tímanum í dag. Bæsta tímanum og bæsta refsingum. Það er bara svoleiðis.
bullandi sigling á honum. Það leggur á hann. Svo það bara hringurinn. Spurningum að fara á. Það svona sem á að gera þetta, nema bara að fara aðeins að. Sjáum við hraðan! Ha? Þetta var rosalegt! Þvílíkur hraði á tuggunni yfir. Ef þetta var ekki geðveikt, þá veit ég ekki hvað það var. Haraldur, nei, Kristján segi Guðmundur, jú. Afsakið. Hvernig á ég að vera þetta? Ég glemdi blaðinu. En hann að keyra toppvarabíl í fyrsta skipti. Verslaði þennan bíl af Birgi Sigurðssyni. Sennilega bara því að langa í toppvarabíl. En hann að keyra í fyrsta skipti. Fróðilegt að sjá hvernig hann gerir þetta, hvernig hann er með einhverja nýja vinkla, einhverja nýja leiðir í vatnaakstri eða eitthvað svoleiðis. Hann fékk hann sérst bara eiginlega afhentan hérna á svæðinu í gær þegar hann kom. Þá voru Big Six strákarnir búinir að hafa vel fyrir því að koma honum saman. Hann beigir ekkert rosalega mikið. Já. Á kaf fer hann, jæja. Það kemur hún fram. Hann hefur það. Þetta var flott hjá honum.
áframgangið að mála hýs auðvitað sig og þeir hrista bara hausinn og fara ekki frá staðið með þeim er alveg saman. Já, þetta var ljótt í nýjumskapurinn. Fara frá meðan að eru. Ekki á mála. Gáði Kalli. Hann ánægður með það. En hann ennþá að tappa þessu frænda sínum. Það er ekki flott allavega? Jú, fín erður. Hún er á fleiri hjólum með hann. Geðveikt. Þessi snill! Geðveikt!
Hann hefur út úr þessu.
Kannski laus þá held ég. Ægilega rúmt hljóðið í kaldanum hérna. Hvort að halda bækku niður, gerði. En átti. Allt er að brenda þetta. Alltaf á svöðu.
þannig. Virkilega flottur aftur. Það var að sjá þetta íbúið að stundum fyrir þessu bílaflottur. Sjáðu í koppin. Hann hoppar á það hælsína í völdu.
Fyrsta sæti í dag í Sigurðsbjörnflokki og Íslandsmeistari Þór Þormar Pálsson. Greifinn 2018 er Þór Þormar Pálsson. Það er ekkert annað. Það er svoleiðis. Það er þannig. Nei. Það er endalaust eftir þessu kampavínsflöskum hérna. Djöfs. Ef ekki gefa Þór gott klapp fyrir daginn. Þetta var hrikalegt. Gefum eitt gott klapp viðbót. Þetta var geggjaður dagur. Illa gott, þá er þessu viðburði lokið.